Sé miðtekið af upplýsingum frá Hagstofunni og velferðarráðuneytinu tekur það ungt par með 1 barn 10 ár að safna fyrir útborgun vegna kaupa á 20 milljóna króna íbúð. Magnús Halldórsson segir frá. Almennt því spáð að fasteignaverð muni halda áfram að hækka á næstu misserum samhliða efnahagsbata landsins. Þrátt fyrir það fjármögnunarhlið fasteignaviðskipta töluverðum vandkvæðum bundin, einkum hjá ungu fólki. Tökum dæmi af ungu pari með 1 barn sem nýkomið úr háskólanámi. Samkvæmt opinberum neyslu viðmiðum útgjöldin ríflega 500.000 krónur á mánuði með öllu. Ýmsar tölur innan þess mats þó umdeilanlegar. Til dæmis húsnæðiskostnaður fyrir 120 fermetra íbúð umtalsvert meiri en neyslu viðmiðin gera ráð fyrir. Á sama hátt má gera ráð fyrir að ungt fólk með lítið sem ekkert spari fyrir milli handana eyði minnu í almenna neyslu og tómstundir. Í þessu dæmi kostnaðurinn við þessa 2 þætti skorið niður 50%. Þá heildarkostnaðurinn ríflega 450.000. Út frá gögnum Hagstofu Íslands má gera ráð fyrir að byrjunar heildarlaun fólksins séu samtals 663.000 að meðaltali. Að teknu tilliti til frádráttar, skatta og annarra gjalda sitja eftir 487.000 í bestafalli. Mánaðarlegur sparnaður því tæplega 35.000 krónur. Fyrir íbúð sem kostar 20 milljónir á markaði, sem hóflegt verð fyrir dæmigerð fyrstu íbúðarkaup á markaði, þarf parið að safna 4 milljónum króna, miðað við hefðbundin skilyrði fyrir lánafyrirgreiðslu. Það tekur 10 ár, miðað við fyrrnefndar forsendur, að safna þeirri upphæð. Samkvæmt sérfræðingum sem Fréttastofa hefur rætt við innan fjármálageirans algengt nú stundir að ungt fólk fái lán frá foreldrum eða öðru venslafólki fyrir því sem upp á vantar fyrir lágmarks fjármögnun.